Góðan daginn og gleðilega jólahátíð. Ég sit hér 8. fund bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar sem er haldinn í bæjarstjórnarsal 5. 29. desember 2022 og hófst hann klukkan 17:13. Fundinn sitja Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, Hrafnhildur Halldórsdóttir, Þórhildur Eyþórsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson, Ragnheiður Harpa Sveinsdóttir, Ragnar Már Ragnarsson og Haukur Garðarsson. Hér einnig Þórarn Jónsson bæjarritari sem sér fundagerð og Jón Sindri Emilsson sem sér tæknimálin og útsendinguna. Og þá göngum við til dagskrár. Það eru 4 mál á dagskránni. Fyrsti liður er samningur rekstur umdæmisráðs. Lögð hér fram uppfærð drög að samningi vegna umdæmisráðs barnaverndar á landsbyggðinni sem mun taka til starfa 1. janúar 2023. Orðið er laust undir hlið 1. Það er ekki hvað sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir samningin vegna umdæmisráðs barnaverndar á landsbyggðinni og felur bæjarstjóra að undirrita samningin. Hver eru samþykki þessu? Og það er samþykkt samhljóða. Bæjarstjórn felur bæjarstjóri jafnframt að yfirfæra og eftir atvikum að leggja fram tillögu á breytingum og samþykktum stjórn sveitarfélagsins vegna hins nýja umdæmisráðs og leggja fyrir bæjarráð og bæjarstjórn á 9 ári. Hver eru samþykki þessu? Og það er samþykkt samhljóða. Á liður 2. Hækkun útsvars álagningar vegna fjármögnunar þjónustu við fatlað fólk. Lagt er hér fram samkomulag á milli ríkis og sveitarfélaga dagsett 16.12.2022 varðandi fjármögnun þjónustu við fatlað fólk og hækkun útsvarsálagningu 0,22%. Það er úr 14,52 í 14,74%. Samhliða lækkun tekjuskatts samsvarandi hlutfall í báðum skattþrepum. Mun ákvörðunin þannig ekki leiða til þess að heildarálögur á íbúa í sveitarfélaginu muni hækka þar sem tekjuskattsálagning lækkar samsvarandi hlutfall á móti. Orðið er laust undir lið 2. Engin hversu hljóð. Með vísan til ákvæða varðandi breytingu á fjármögnun og þjónustu við fatlað fólk í fyrirliggjandi samkomulagi á milli ríkis og sveitarfélaga dagsettur 16.12.2022 er byggir á breytingu á lögum tekjustofna sveitarfélaga sem samþykkt var á Alþingi 16.12.2022 samþykki bæjarstjórn sameinaðs sveitarfélags Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar að álagningarhlutfall útsvars fyrir árið 2023 hækki 0,22% og verði 14,74%. Hver eru samþykki þessu? Og það er samþykkt samhliða. Það er liður 3. Styrkumsóknir. Auglýst var eftir styrkumsóknum frá einstaklingum og fyrirtækjum í samræmi við reglur Stykkishólmsbæjar styrkveitingar frá 9. september til 3. október síðastliðinn. Alls bárust 8 umsóknir sem lagðar eru fram á svo tillögu á úthlutun. Orðið er laust undir lið 3. Engin hversu hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir tillögu úthlutun sem er eftirfarandi. Júlíana hátíðsögu bóka fær 300.000 krónur. HS bílar EHF viðhald á líkbíl fær 250.000 krónur. Byggðasafn Snæfelling og Hnappdæla þjóðbúningahátíðin Skottuvan 2023 fær 50.000 krónur. Sigríður Ólöf Sigurðardóttir íslenskukennsla fyrir útlendinga í Stykkishólmi, íslenskukennsla með áherslu á talþjálfun og menningarlæsi fær 100.000 krónur. Og Anna S. Gunnarsdóttir, myndlistarsýning, fær 50.000 krónur. Hverju eru samþykki þessar úthlutun? Þessar styrkveitingum. Og það er samþykkt samhliða. Það liður 4. Lóðarleigusamningur Hjallatangi 17. Lögð hér fram drög á lóðarleigusamningi við lóðarhafa að Hjallatanga 17 og orðið er laust undir lið 4. Engin hefur hversu hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir lóðarleigusamning vegna Hjallatanga 17 og felur bæjarstjóra að undirrita hann. Hver eru samþykki þessu? Og það er samþykkt samhljóða. Þá er ekki fleiri mál á dagskrá og fundist litið klukkan 17:18. Takk fyrir fundarsetuna og gleðileg áramót.